Býð ykkur allir velkomin til þessa seinni málfundar með frambjóðendum í rektorskjöri við Háskóla Íslands og fundurinn eins og svo fyrir skipulagður af félagi prófessora við Ríkisháskóla. Ég heiti Aðalheiður Jóhannsdóttir og prófessor í lagadeild og mér hefur falið það vandasama verkefni að vera fundarstjóri hér í dag. Aðeins að fara við dagskrána. Þegar ég hef lokið við að setja fundin sem ég gerir núna, ég segi fundin settan, að þá mun formaður félagsprófessora við Ríkisháskóla, Rúnar Vilhjálmsson, prófessor, hann mun ávarpa fundin og til þess eru ætlaðar 8 mínútur. Að því loknu, það bil 12:10, að þá mun hvert rektorsefni gera grein fyrir afstöðu sinni til málefna Háskóla Íslands og hefur hver frambjóðandi 15 mínútur til umráða. Eins og þið vitið þá fer fram rektorskjör 13. apríl næstkomandi og það eru 3 frambjóðendur. Einar Steingrímsson, prófessor við Strathclyde Háskóla í Glasgow í Skotlandi, Guðrún Nordal, prófessor við Íslensku og menningadeild Háskóla Íslands og forstöðumaður stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Jón Atli Benediktsson, prófessor við verkfræði og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands og aðstoðarrektor vísinda og kennslu við Háskóla Íslands. En eins og ég sagði, hver frambjóðandi hefur 15 mínútur til umráða og til þess að gera grein fyrir sínum áherslu, atriðum og stefnu. Að því loknu þá verða pallborðsumræður með frambjóðendum og gert ráð fyrir því að þær hefjist rétt fyrir klukkan 1 og þá gefst gestum tækifæri til þess að koma fram með spurningar, athugasemdir og svo framvegis. Að þessu öllu loknu, svona það bil rétt fyrir 1:30, að þá mun fundinum ljúka og honum lýkur með því að það verða léttar veitingar í boði rektors í lok fundar. Á fyrri málfundi sem var haldinn hér fyrir skömmu, þá var röð frambjóðenda sú að það var stafrófsröð notuð og það hefur orðið að samkomulagi að snúa röðinni við að þessu sinni, þannig að þegar að framsögu frambjóðenda kemur þá verður það fyrst Jón Atli Benediktsson, síðan Guðrún Nordal og loks Einar Steingrímsson. Ég gef nú formanni félagsprófessora við Ríkisháskóla orðið. Ágætu rektors frambjóðendur og góðir fundamenn. Það óhætt að segja að háskólinn sé á tímamótum. Það hefur margt vel unnist hér undanfarin ár í uppbyggingu skólans og starfsfólk lagt mikið að mörkum í kennslu og rannsóknum og stjórnun. Umfang skólans hefur aukist mjög hratt og hann náði eftir þetta verðum árangri á alþjóðlegu rannsóknarsviði. Háskólinn óumdeilt flaggskip íslenska háskólakerfisins. Við erum stöðugt minnt á það að yfir stjórna skólinn sé í hópi 300 bestu miðað við einn af listunum sem raða háskólum upp eftir gæðum og að stefnan standi ennþá að komast í hóp þeirra 100 bestu. En háskólinn hefur bæði sína styrkleika og veikleika og framundan eru bæði ógnanir og tækifæri. Ýmislegt þarf að skoða og endurskoða. Örstutt fjármálin, frá efnahagshruni að þá varð háskólinn fyrir umtalsverðum niðurskurði eins og vel kunnugt. Á sama tíma jókst fjölgun nemenda í skólanum. Niðurstaðan var svo að fjárveiting á hvern nemanda dróst verulega saman og hafði þó dregist saman árin fyrir hrun. Fjárveiting á ársnemanda í dag lægri en árið 1999 þegar að reiknilíkanið var tekið upp, en það átti einmitt að taka betur mið af eðlilegum raunkostnaði við nám heldur en fyrri fjárveitingar höfðu gert. Svo hér erum við þá komin í mótsagnakennda stöðu. Á sama tíma hefur háskólinn byggt upp viðamikið og ört vaxandi framhaldsnám sem í eðli sínu kostnaðarsamari en grunnnámið. Svo það segir sér nú kannski sjálft að reiknilíkan menntamálaráðuneytisins þarf endurskoðunar við.
enda úr takti við eðlilegan raunskostnað námsins, að ekki sé talað meistar- og doktorsnámið. Og einn alvarlegur annmarki þess auðvitað sá að það miðast einhver við magnkennslu en tekur síður tillit til gæða kennslunar. Nú sumir hafa haldið því fram að hægt sé að leysa fjárhagsvanda skólans með því að efla samkeppnissjóði vísinda og jafnvel afnema rannsóknarskyldu kennara í leiðinni. Vissulega mikilvægt að efla samkeppnissjóðina og það kemur auðvitað háskólanum til góða, en sjóðirnir leysa tæplega fjárhagsvanda skólans einir og sér, enda þeim fyrst og fremst ætlað að standa undir kostnaði við einstök rannsóknarverkefni og eftir atvikum aðstöðu til þeirra verkefna, en ekki að stuðla að almennri innviða uppbyggingu kennslu og rannsókna á hinum ýmsu sviðum háskólastarfseminnar. Og tillagan afnám rannsóknarskyldu kennara vekur sannarlega athygli, sérstaklega í ljósi þess að aðalsmerki rannsóknarháskólans jafnan sagt vera samþætting rannsókna og kennslu, þar sem kennslan nærist á rannsóknunum og öfugt. Hvað skyldu annars rektorsframbjóðendur hafa að segja tengsl rannsóknarsjóðana og innviða uppbyggingar í háskólanum og starfsskyldur kennara skólans? Nú fyrir stjórnvöld gáfu vilyrðum að fjárveitingar yrðu auknar á næstu árum og við það miðað að Ísland næði meðaltali OECD 2016 og Norðurlandana 2020. Núverandi stjórnvöld hafa lýst sig fylgjandi þessari stefnu, en það ljóst nú að þetta OECD markmið fyrir næsta ár næst ekki. En þessi fyrirheit stjórnvalda svo landshöfðu ná gefa vissa von að lag sé að snúa við óheillaþróuninni í fjárveitingum skólans. En hvernig ætla rektorsframbjóðendur að beita sér í þessu brýna máli? Þá aðeins stjórnsýsluna. Segja mætti að skoða þyrfti nánar stjórnskipulag háskólans. Þessu varunar heiti þegar ég sat í háskólaráði til 2008 nýrri sviðaskipan var komið á. Í ráðinu var talað að endurskoða þyrfti og meta árangurinn af breytingunum í ljósi reynslunar. Raunar var einnig ætlunin að fara í heildarskoðun á fyrirkomulagi yfirstjórnar og háskóla þings. Félag prófessora við Ríkisháskóla spurði félagsmenn okkar spurningum skipulagsmál á vormánuðum 2013. Þar á meðal voru prófessorar í HÍ spurðir yfirstjórn og sviðaskiptingu. Athygli vakti að mjög skiptar skoðanir voru á báðum þáttum. Þeir sem voru fylgjandi sviðaskiptingu voru til dæmis jafnmargir og þeir sem voru mótfallnir. Þessar niðurstöður og umræður innan skólans á undanförnum árum undirstrika að það er mikilvægt að ná breiðri sátt skipulagsmálin. Hér þarf að hafa í huga að háskóladeildirnar eru faglegar grunneiningar hvers háskóla. Eitt helsta loforðið með tilkomu sviðana var að með því myndi stoðþjónusta stór eflast, en óhætt að segja að væntingarnar stoðþjónustuna gengu ekki eftir eins og ætlað var. Ekki má gleyma því að stoðþjónusta við kennslu og rannsóknir þarf að miklu leyti að vera nærþjónusta við kennara og vísindamenn varðandi kennslu þeirra og rannsóknir. Annað mikilvægt mál varðar jafningja stjórnunina. Það vekur athygli að umboð stjórnenda með gagnstæðum hætti að því leyti að sviðsforsetar hafa ekkert umboð frá deildum sviðana. Þeir eru ráðnir af rektor sem hefur raunar býsna frjálsar hendur hvernig hann ræður. Deildaforsetar sækja hins vegar umboð sitt í deildirnar og eru kosnir þaðan til starfa, en eiga samt að heyra undir sviðsforseta sem eru ráðnir af rektor. Þetta fyrirkomulag mætti skoða nánar. Og sama svo sem að segja fyrirkomulag háskólaþings. Þar sitja ólíkir þingmenn innan og utan skólans. Þetta því ekki það akademíska senat sem tíðkast víða í erlendum skólum. Þingin ætlað að ræða stefnumál, gera tillögur til háskólaráðs og með gaggrínum umræðum að vera háskólaráði sem framkvæmda stjórnar til aðhalds. Færa mætti rök að því að núverandi háskólaþing sé heldur veikburða og að framkvæmdastjórn skólans sé æði fyrirferðarmikil í störfum þingsins. En hver hugur rektorsframbjóðenda í þessum efnum? Sjá þeir ástæðu til að gangast fyrir heildstæðri úttekt á skipulagsmálunum og ef svo væri, í hverju ætti hún að vera fólgin. Aðeins gæðamálin. Þau ætti alltaf að taka föstum tökum. Skilgreina mætti betur innan háskólans þær efnislegu kröfur og væntingar sem gerðar eru til lektora, dósenta og prófessora í reglum skólans nýráðningar og framgang, en einnig þær efnislegu kröfur sem gerðar eru til sérfræðinga, fræðimanna og vísindamanna. Þessi vinna nú langt komið varðandi prófessorana
í góðu samstarfi félagsprófessora við Ríkisháskóla og yfirstjórnar háskólans. Loks nokkur orð kjaramálin. Háskólinn einn af allra stærstu vinnustöðum landsins. Hann býður starfsmönnum upp á fjölbreyttu og mjög áhugaverð störf sem skipta samfélagi miklu máli, en verður varla hrósað fyrir að borga starfsmönnum sínum há laun. Þannig eru launakjör akademískra starfsmanna skólans umtalsvert undir þeim launakjörum sem bjóðast meðal háskóla nágrannalandana. Ónógar fjárveitingar birtast auðvitað í slökum launakjörum, enda eru laun langstærsti kostnaðarliður háskólans. Til lengdar leiða slök launakjör til þess að skólinn fær ekki hæfasta fólki til starfa í hverri grein og á erfitt þar að leiðandi líka með að keppa starfsfólk á alþjóðlegum markaði. Kjaramálin eru því reynd eitt stærsta faglega málefni skólans. Þetta þurfa stjórnendur skólans auðvitað að gera sér góða grein fyrir. Fagfélög háskólastarfsmanna hafa þurft að standa í baráttu bæði við ríkið og yfirstjórn háskólans bætt launakjör á undanförnum árum. Nú eru hins vegar vísbendingar að samskipti félagana og yfirstjórnar fari batnandi og skilningur vaxi á mikilvægi kjaramálana fyrir faglegt starf og árangur skólans. Það boðar gott í framhaldinu. Hver afstaða rektorsframbjóðanda til kjaramálana? Eru frambjóðendur tilbúnir að vinna með fagfélögum að því að bæta kjör starfsmannaskólans og beita sér í þeim efnum. Ég ætla ekki að hafa þessu orð fleiri og hlakka til áhugaverða framsaga og umræðina. Takk fyrir. Ég þakka formanni félagsprófessora fyrir hans innlegg, en ég vil benda ykkur á að það eru 8 sæti laus hérna, þau sem fóru að koma hérna fremst, það er sæti hérna ennþá. En þá býð ég velkomin í pontu Jón Atla Benediktsson, prófessor við verkfræði og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands og aðstoðarrektor Háskóla Íslands. Ég glemdi þarna vísinda og kennslu við Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundargestir, rektorskosningar eru til marks nýtt upphaf. Háskólinn hefur þá sérstöðu meðal íslenskra stofnana að því leyti að starfsfólk og stúdentar velja yfirmann sinn. Ég finn að fólk kann vel að meta að hafa tækifæri til að ræða við frambjóðendur áherslur þeirra og koma á framfæri sjónarmiðum sínum. Ég hef lært mikið á þessum tíma og séð ótal nýja fleti á starfseminni. Það er frábært að heyra hve mikinn metnað og kraft er að finna í skólanum og hversu margir innan hans og utan bera velferð hans fyrir brjósti. Ég er á þessari stundu fullur bjartsýni fyrir hönd Háskóla Íslands. Hér á eftir mun ég gera grein fyrir stefnu minni varðandi fjármál, stjórnskipulag, kennslu, rannsóknir og jafnrétti innan Háskóla Íslands eins ítarlega og tíminn leyfir. Í meginatriðum vil ég segja þetta. Ég mun berjast fyrir því að efla fjárhagsgrundvöll Háskóla Íslands, tryggja lýðræðislegt stjórnskipulag og aðkomu starfsfólks og nemenda að öllum mikilvægum ákvörðunum. Ég vil efla háskólan enn frekar sem rannsóknarháskóla og beita mér fyrir því að vinnumatskerfið verði endurskoðað, ekki síst vegna þess hversu afdrifaríkt það er allt starf skólans. Þá vil ég tryggja að nemendur hafi jöfn tækifæri til náms, óháð efnahag og kyni. Og mikilvægt er að hafa það að leiðarljósi að aldrei má mismuna starfsfólki eða nemendum skólans á grundvelli kyns, aldurs né líkamlegs atgervis. Hugum fyrst að fjármálunum. Þrátt fyrir mikinn niðurskurð frá hruni og erfiðleika sem hafa hlotist, gleymist það stundum að Háskóli Íslands er mjög vel rekin stofnun. Hann hefur skilað hallalausum rekstri undanfarin ár sem afrek sé horft til ytri skilyrða. Það sést best á erfiðleikum í rekstri annarra háskólastofnana hér á landi.
Það eitt segir þó ekki nema hálfa söguna, því 20% niðurskurður á árunum eftir hrun og 20% fjölgun nemenda á sama tíma hefur aukið álag á allt starfsfólk skólans og reynt á þolmörk. Rekstur æðstu menntastofnunar þjóðarinnar við þessi skilyrði torveldar vitaskuld allt starf. Samdrátturinn hefur bitnað hart á mörgum deildum og sviðum skólans. Afleiðingarnar birtast meðal annars í skorti á nýliðun, minni fjárfestingu í innviðum, takmörkuðu rannsóknarfé, ónógu námsframboði í meistaranámi og óhagstæðu hlutfalli nemenda á hvern kennara. Kjör starfsmanna skólans hafa vitaskuld einnig mótast af þessum ytri aðstæðum. Þetta sá veruleiki sem blasir við Háskóla Íslands. Við þetta verður ekki búið lengur. Að tryggja fjármögnun Háskóla Íslands yrði því forgangsverkefni mitt verði ég kjörinn rektor skólans. Í því sambandi legg ég áherslu á þrennt. Í fyrsta lagi mun ég beita mér af alefli fyrir því að fjármögnun háskólans standist samanburð við rannsóknarháskóla á Norðurlöndunum. Í öðru lagi vandi háskólans sá að reiknilíkan ráðuneytisins útdeilir allt of litlu fé en að auki eru allir reikniflokkar þess sem varða Háskóla Íslands of lágir, miðað við raunkostnað kennslu. Annar ókostur að kerfið fjöldadrifið upp að því marki sem heildarfjárveiting Alþingis leyfir hverju sinni. Það mín skoðun að reiknilíkanið sé gallað og því þurfi að breyta. Ætli háskólinn að sækja áfram fram sem góður kennsluháskóli verður að horfa til gæða en ekki eingöngu magns. Greiðslur frá ríkinu verða jafnframt að miða við nútíma kennsluhætti og mega ekki mismuna sviðum og deildum. Í þriðja lagi vil ég undirstrika betur þátt Háskóla Íslands í eflingu og þróun samfélagsins. Það íslenskt samfélag sem fjármagnar skólan að stærstum hluta. Stöðugt þarf að vinna að því að gera starf og mikilvægi skólans sýnilegt. Hér má gera betur og virkja þá velvild og virðingu sem Háskóli Íslands nýtur í samfélaginu. Þetta þarf að gera í samtali við stjórnvöld með betri tengingu við fyrrum nemendur skólans og samstarfi við stofnanir og fyrirtæki í landinu. Þá sný ég mér að stjórnskipulagi Háskóla Íslands. Það og jafningjastjórnun innan skólans vil ég segja að stjórnkerfisbreytingin árið 2008 var óhjákvæmileg í ljósi þess hve stór og margþættur skólinn var orðinn. Eftir á að hyggja tel ég þó að stjórnkerfisbreytingin hafi gerst of hratt og ekki hafi tekist að sjá fyrir öll þau áhrif sem breytingarnar höfðu í för með sér. Á þessari stundu sé ég hins vegar ekki fyrir mér neina meiri háttar uppstokkun á stjórnkerfinu af því tagi sem ráðist var í árið 2008, en ég tel að mikilvægt sé að leggja vinnu í að greina og sníða af því þá galla sem þarf að laga. Til að mynda þarf að huga að stöðu deildarforseta, meðal annars gagnvart rektor og fræðasviðsforseta, stöðu stjórnsýslu og stoðþjónustu á fræðasviðunum, hvernig stytta megi boðleiðir og auka upplýsingaflæði. Jafnframt nauðsynlegt að ryðja úr vegi hindrunum sem vinna gegn samstarfi milli deilda og sviða. Leiðarljósið í slíku endurmati á stjórnkerfi háskólans á að vera að tryggja aðkomu starfsfólks og nemenda að öllum mikilvægum ákvörðunum varða starfsemi skólans og að leið þeirra að rektor sé greið. Deildir háskólans hafa mikil völd og sjálfstæði í faglegum málum. Því vil ég ekki breyta. Í þessum efnum aðalatriðið að stilla saman strengi og virkja það lýðræðislega kerfi sem hér til staðar.
Sem rektor mun ég leitast við að vera sýnilegur innan skólans og sækja reglulega fundi hjá sviðum og deildum. Varðandi stjórnunarskyldu kennara tel ég brýnt að samræmis sé gætt. Samkvæmt núverandi fyrirkomulagi hafa kennarar í félagi háskólakennara ekki lengur sérstaklega skilgreinda stjórnunarskyldu, öfugt við þá sem tilheyra félagi prófessora. Það er óheppilegt að ekki sé sama fyrirkomulag þetta hjá öllum kennurum. Verði ég kjörinn rektor mun ég beita mér fyrir endurskoðun á þessu fyrirkomulagi og samræmingu. Víkjum þá næst að sameiningu Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands sem var hluti af löngu sameiningarferli innan Kennaraháskólans. Ég tel að það hafi verið heillaspor fyrir Háskóla Íslands og Kennaraháskólan að sameinast þótt segja megi að sameiningunni sé ekki að fullu lokið. Nýlega gerðu erlendir sérfræðingar úttekt á henni þar sem kennaramenntun var í brennidepli. Í kjölfar úttektarinnar var samþykkt umfangsmikil aðgerðaáætlun. Meðal aðgerða má nefna samvinnu milli deilda og fræðasviða einstakar námsleiðir í kennaranámi, sameiginleg störf og átak til að efla stærðfræðimenntun kennara. Sem rektor mun ég beita mér fyrir þessum aðgerðum og því að efla virðingu fyrir starfi kennara í samfélaginu. Ég mun einnig beita mér fyrir því að húsnæði fyrir menntavísindasvið rísi á háskólasvæðinu. En hver stefna mín í kennslumálum? Ég legg höfuð áherslu á gæðin náms og kennslu við Háskóla Íslands. Í því augnamiði mun ég setja eftirfarandi mál í forgang nái ég kjöri til rektors. Í fyrsta lagi legg ég áherslu á að bæta hlutfall nemenda á kennara við skólan og bæta kennsluaðstöðu og kennslubúnað. Kennarar við Háskóla Íslands þurfa að meðaltali að sinna 2-falt fleiri nemendum en tíðkast í öðrum norrænum rannsóknarháskólum. Í öðru lagi tel ég gríðarlega mikilvægt að styðja kennara í því að veita góða kennslu og tileinka sér nýjungar í tækni og aðferðum þar sem það á við. Í þessum efnum gegnir kennslumiðstöðin mikilvægu hlutverki sem og frumkvæði og metnaður deilda. Ég tel líka mikilvægt að meta betur kennsluhluta starfa. En ég engu að síður sannfærður að ekki sé rétt að aðskilja kennslu og rannsóknir. Samspil kennslu og rannsókna afar mikilvægt í rannsóknarháskóla og því ættu kennarar almennt að hafa rannsóknarskyldu. Í þriðja lagi tel ég afar brýnt að auka námsframboð á meistarastigi og tryggja gæði námsins. Þetta krefjandi verkefni sem kostar aukið fjármagn en þolir ekki bið. Í fjórða lagi vil ég nefna varðandi kennslu að mikilvægt að fjölga tækifærum nemenda til að vinna í námi sínu á úrlausn raunhæfra verkefna meðal annars í tengslum við atvinnu og þjóðlíf á Íslandi. Slíkt bæði hagur Háskóla Íslands og samfélagsins alls. Ég almennt þeirrar skoðunar að Háskóli Íslands eigi áfram að vera opinn skóli þar sem allir þeir sem hafa nægilegan undirbúning fái tækifæri til að spreyta sig á þeirri námsgrein sem mest og best höfðar til þeirra. Það á hinn bóginn mikilvægt að tryggja að þeir sem hefja nám við skólan hafi góðan undirbúning til að takast á við krefjandi nám. Aðgangspróf geta í sumum tilvikum verið mikilvægt tæki til að ná því markmiði. Hins vegar geta skýr aðgangsviðmið ásamt leiðbeinandi stöðuprófum í öðrum tilvikum verið heppilegri leið til að tryggja góðan undirbúning nýnema. Þetta þarf að ræða innan skólans, meðal annars á grundvelli þeirra reynslu sem þegar hefur fengist og ekki hvað síst vegna styttingar framhaldsskólans og áhrifa sem sú breyting hefur á Háskóla Íslands. En hvað rannsóknir innan háskólans og stöðu þeirra? Hér tel ég mikilvægt að efla nýliðun, halda áfram að hlúa að doktorsnámi við Háskóla Íslands, fjölga styrkjum til doktorsnema, efla sókn í samkeppnissjóði innanlands og utan.
Ég vil að Háskóli Íslands einsetji sér áfram að vera öflugur rannsóknarháskóli í alþjóðlegum samanburði. Rannsóknarmatskerfið var sett á laggirnar árið 1999. Það hefur án efa orðið til þess að efla rannsóknarvirkni á öllum fræðasviðum. Kerfinu var síðast breytt í heild árið 2009 og nú tímabært að hefja endurskoðun þess þannig að það nái betur utan allt rannsóknarstarf skólans. Ég tel einnig brýnt að meta áhrif þess innan háskólans, ekki síst vegna þess hve afdrifaríkt það fyrir allt starf innan skólans. Mikilvægt að utanaðkomandi aðilar komi að þessari vinnu ásamt starfsfólki skólans. Ekki má gleyma því að matskerfið tilraun til að sætta ólík sjónarmið og það má ekki vera ásteytinga steinn sem sundrar sviðum og dýpkar átök innan skólans. Því nauðsynlegt að virða af sanngirni framlag allra fræðasviða til nýsköpunar þekkingar. Að lokum vil ég nefna að í mínum huga afar mikilvægt að Háskóli Íslands hafi jafnrétti og virðingu fyrir einstaklingum að leiðarljósi í öllu sínu starfi. Háskólinn á að vera opinn öllum sem uppfylla ákveðnar lærdómskröfur óháð líkamlegu atgervi þeirra. Mikið hefur áunnist í þessum efnum meðal annars vegna tækniframfara og betri stuðningsþjónustu, en margt má þó enn bæta og því þarf að sinna. Góður háskóli líkt og gott samfélag verður heldur aldrei að veruleika nema kraftar kvenna og karla séu nýttir og tryggt sé að fjölbreytt viðhorf eigi rödd. Konur í miklu meirihluta þeirra sem útskrifast úr háskólanum og hlutfall kvenna í akademískum störfum hefur hækkað. Í samfélaginu má þó enn merkja íhaldsum viðhorf hlutverk kynjanna sem stuðlað hafa að kynskiptum vinnumarkaði, lágu hlutfalli kvenna í ábyrgðarstörfum og ójöfnu vinnuálagi innan veggja heimilana. Þó þetta hafi breyst til hins betra á síðustu árum þó enn verk að vinna. Rannsóknir í kynjafræðum, fötlunarfræðum og margbreytileika hafa hjálpað okkur að greina þessi undarliggjandi viðhorf og benda á leiðir til að vinna gegn mismunun og fordómum. Með nýju rektorstímabili verður hafin vinna við endurskoðun á stefnu Háskóla Íslands. Nái ég kjöri sem rektor mun ég beita mér fyrir þeim sjónarmiðum sem ég hef kynnt hér í ræðu minni og annar staðar á undanförnum vikum. Ég heiti víðtæku samráði við starfsfólk og nemendur háskólans þá stefnumótun og að tryggt verði að hlustað sé á öll sjónarmið. Háskólinn sem samfélag mótar þannig lýðræðislega stefnu sameiginlega fyrir árin 2016 til 2020. Takk fyrir. Já, ég þakka Jóni Atla Benediktssyni fyrir hans framlag, en þá næst á mælendaskrá Guðrún Nordal, prófessor við íslensku og menningardeild Háskóla Íslands og forstofnmaður stofnunar Árna Magnússonar í íslensku fræðum. Kæru vinir, ágæta háskólafólk. Mig langar að byrja á því að þakka kærlega fyrir móttökurnar á síðustu vikum. Þetta búið að vera ævintýri líkast að ganga skólan og fá mikla gestrisni og raust þar sem ég hef komið og fá að kynnast og ræða þau málefni sem eru á döfinni og brenna á okkur öllum. Við erum að horfa til framtíðar. Rektorskosningar snúast framtíðina, snúast hvaða mál við setjum efst á dagskrá á næsta tímabili. Og þau gefa okkur tækifæri í þessa lýðræðislega samtal sem ég held að við höfum kannski ekki áttað okkur ákvæði mikilvægt fyrir við erum komin inn í þá umræðu miðja. Þannig ég vil byrja á að þakka fyrir það. Ég fengi alls konar spurningar í þessu rektorskjöri, til dæmis hvað vill þessi kona upp á dekk og hvað hefur hún gert til þess að ætla sér að fara að stýra Háskóla Íslands. Og við erum auðvitað með mjög sterka meðframbjóðendur, einn sem hefur verið í stýri Háskóla Íslands síðustu 10 ár, þó það eðlilegt að þið spyrji mig að því. Og mér langar bara í upphafi fundar að segja að við komum öll með okkar reynslu að þessu verkefni. Ég hef unnið bæði hér með innan háskólans í mínum eigin störfum en líka utan skólans og sé líka þau verkefni þaðan.
Gæði hafa við skipt miklu máli í okkar vinnu í vísinda- og tækniráði og þar til dæmis komin þessu hugmynda gæðaráði kennslu sem hefur held ég verið mjög mikið drifkraftur í vinnunni á síðustu árum þegar þið hafa verið að skrifa þessar erfiðu sjálfsmatsskýrslur sem ég veit að hafa haft mikið erfið í för með sér en munu nýtast gríðarlega vel fyrir næsta rektor sem meðgjöf og upplýsingar stöðu mála í ólíkum deildum og ólíkum sviðum og ég fengið þau forréttindi að fá að lesa þær og ég sé hvað við höfum mikið efni þar til að vinna úr ánægju okkar eða óánægju eftir atvikum og hvað gengur vel og hvað gengur ekki vel. Þannig að þessi gæðamál eru gríðarlega mikilvæg. Við höfum líka unnið þar að samstarfi og hugsa samstarf bæði milli stofnana og líka innan stofnana og það auðvitað efni sem brennir mér mjög í huga. Og í þriðja lagi fjármögnun og þá komum við því stóra verkefni sem snýr að háskólarektor sem kemur hér inn í 1. júlí að það þetta stóra verkefni fjármögnun háskólans. Og við höfum verið að vinna að þessum verkefni líka í vísinda- og tækniráði þannig ég hef orðið mikla reynslu af því í þessu samtali við stjórnvöld það að sannfæra ekki bara stjórnvöld heldur fleira aðila að því að leggja fé í vísindi og þar með inn í Háskóla Íslands. Og á síðasta ári náðum við gríðarlega miklum árangum með því að ná 2,8 milljarði króna inn í samkeppnissjóðina sem verður innspýting líka fyrir háskólasamfélagið. En sú fjárveiting mun alls ekki leysa okkar vanda. Því að undirfjármögnun háskólans þetta orðin gríðarlega alvarleg og reiknimódel kennslu orðið gjaldþrota. Í grein eftir grein, á fund eftir fundi þá þetta auðvitað það sem brennur á okkur öllum. Við getum ekki fjármagna kennsluna, margar greinar í mínus og þetta reiknimódel komið upp á vegg. Því við verðum að taka það til endurskoðunar næstu 5 árum í samhengi við fjármögnunar umræðuna við stjórnvöld. Og við verðum líka að fá sátt þessa fjármögnun ekki bara með stjórnvöldum, heldur líka með samfélaginu. Og þetta það með held ég mest spennandi verkefnið sem næsti rektor stendur frammi fyrir, að því hann þarf að sannfæra samfélagum að forgangsraða í þágu Háskóla Íslands og með því að gera það þá forgangsröðum í þágu framtíðarinnar. Þannig að þetta verkefni efst á blaði og þannig getum við, ef við fáum aukna nýliðun, þá getum við elt starf inn í deildunum og jafna þessi hlutfall nemenda á kennara sem við sjáum mikið hættumörk í starfi skólans. Hitt málið sem við þurfum að gera strax úttekt á vinnumatskerfið sem hefur alið á tortryggni milli greina því miður og við erum ekki með jafna stöðu innan kerfisins eftir því hvar við stöndum í greinunum. Við getum sagt að við séum að meta mikið magn en gæði og við þurfum jafningjamat inn í þetta mat, alveg eins og við þurfum raun og líka inn í matið á kennslunni. Og þetta verður að vera eitt af fyrstu verkefnunum að fá ytri úttekt á vinnumatskerfinu, alveg eins og á reiknimódelinu. Svo þetta stór verkefni sem blasa við rektor sem tekur við í júlí. Og ég vildi líka taka sérstaklega umræðu 4 mál sem snerta þessi atriði sem hafi verið rædd hér og voru sett upp fyrir fundin og snerta raun og veru skólan svona þvert yfir. Í fyrsta lagi vildi ég segja að hvatinn að því að ég gef mig fram í að leiða skóla næstu 5 ár menntun. Ég búin að vera að vinna fyrir vísindasamfélagið í þessi síðustu ár en nú sjáum við að miklum krossgötum hvað varðar menntakerfið. Og sameining Kennaraháskólans og Háskóla Íslands var auðvitað gerð af mikilli hugsjón að efla kennaranámið og við þurfum að efla kennaranámið. En við sjáum að þessi sameining hefur raun og veru ekki gengið eftir eins og væntingar stóðu til og við verðum að leggjast öll á árar með að þetta verða veruleika á næstu 5 árum. Og við getum ekki beðið eftir lausn þar því að gæði í skólakerfinu öllu gæði í Háskóla Íslands til framtíðar. Nemendur í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nemendur okkar eftir nokkur ár. Svo við verðum að ná kennaramenntuninni upp, við verðum að laða að góða nemendur að náminu. Nú 10 leikskóla kennaranemar að hefja nám í haust og við vantar 1300 leikskóla kennara og allt og fáir hefja kennaranám. Þetta alvara fyrir þjóðina alla og við þurfum sem háskóli að taka þetta innramál okkar líka til framtíðar litið.
og þá komum við að virðingu kennarastarfsins og auðvitað kjörum þeirra og mér finnst að Háskóli Íslands eigi að tala skýrt inn í þessu umræðu. Þetta varðar líka raun og veru styttingu framhaldsskólans sem mun hafa áhrif líka á okkar starf og háskólinn þarf að taka ákveði á dagskrá. Annan mál sem ég vildi ræða auðvitað skipulag skólans. Það voru gerðar mikla breytingar á skipulag skólans árið 2008 og ég sannfærð það að marga þeirra hafa verið til góðs. Stjórn skólans hefur styrkst, fjármálastjórnin hefur greinilega styrkst og til fyrirmyndar. En aðri hlutir hafa veikst og við verðum að horfast í augu það að jafningjastjórnun hefur veikst í skólanum. Raddir kennaranna á gólfinu, þeir finnast margir skynja lýðræðishalla í skólanum eins og og við verðum að hlusta alvarlega á þessar raddir. Ég tel að úttekt á skipulagsbreytingunum sem algjörlega nauðsynleg og við gerum hana heldur ekki sjálf, heldur þurfum að fá hana utanfrá og læra að þessari reynslu. Við þurfum líka á því að halda að skólinn sé sveigjanleg stofnun. Við þurfum á þverfaglegu samstarfi í auknum mæli að halda milli sviða. Nemendur okkar munu vilja að miklu sveigjanlegra nám heldur við höfum skipulagt að hinga til og það segir bara þróun í háskólum í kringum okkur. Þannig við verum að passa það að okkar kerfi standi ekki í vegi fyrir framþróun að þessu leyti. Og við erum öll að vilja gerð en við verðum að passa að kerfi sjálft standi ekki það í vegi. Það þarf að efla deildarforsetana. Það ein ábending sem hefur komið aftur og aftur í öllum samtölum mínum að deildarforsetar undir miklu álagi. Það þurfum við að bæta. Mér finnst koma til álita að við kjósum sviðsforseta en ég gef mér enga niðurstöðu því en mér finnst mikilvægt að virkja lýðræðislega kjörið stjórnanda á sviðunum og það myndi vera mikil að bóta. Ég vildi líka virkja háskólaþingi sem umræðavettvang því ef við ætlum að efla umræðu í skólanum þurfum við að skapa vettvang. Auðvitað geta allir tekið til máls, auðvitað höfum við öll málfrelsi en ef vettvangurinn ekki skilgreindur þá erfiðari fyrir jafningjana eða einstaklingarna stíga fram. Og háskólarektor hefur þarna hlutverki að gegna þetta til að laða umræðuna fram og líka að búa til stefnumót milli ólíkra deilda og ólíkra stjórnsýslu og deilda til að efla starfi innanhús. Stjórnsýslan vanbúin víða í skólanum og hana þarf að styrkja. En þetta snýr að fjármögnuninni og nýliðuna vandanum í skólanum almennt. Í þriðja lagi vil ég nefna jafnréttismál. Ég tel að nú sé komið tími til að háskólan taki mjög alvarlega það að rétta hlut ekki bara kvenna heldur alla þeirra sem koma inn í skólan sem þurfa á stuðningi að halda. En konur nú meiri hluti kvenna, meiri hluti stúdenta og líka útskrifara doktorsnema og postdokka en við sjáum eitthvað gerist í miðju ferli kvenna og við þar skila sér ekki eins upp í prófessoraembætti og upp í stjórn skólans. Þetta ekki einsdæmi í Háskóla Íslands, þetta myndir sem blasir við akademíunni. Við sem erum upplýsta þekkingarsamfélagið, þetta blasir við þegar við skoðum háskóla í kringum okkur. Ég hef starfað mikið á norræna vettvangnum í Nordforsk, verið stjórnarformaður þar í 5 ár og við höfum verið að vinna þessum málum og höfum sett í gang núna rannsókn á jafnréttismálum í akademíunni. Og ég verði ég kjörin rektor að háskóli hér til Íslands hér til fyrirmyndar. Við myndum greina hvað gerist í raun og veru á ferli kvenna. Vinnumarkskerfið að þjóna konum? Hvernig kjör kvenna gegnum vinnumarkskerfið? Og líka sjáum við bara ábendingar og táknum það að við erum ekki að standa okkur nægilega vel þegar við getum það. Í nefndum háskólaráðs sem lykilnefndir skólans kallar í formin 4 nefnda. Í vísindanefnd, kennslumálanefnd, gæðanefnd og í samráðsnefndinni sem kannski eðlilegt þar fjármálastjórinn en bara formennskan einu stað í hendi kvenna og það í jafnréttisnefnd. Og mér finnst þetta mjög mikilvægt að við tökum þetta alvarlega. Ég ger ekki lítið úr þessum köllum af því þetta góði kollegar okkar. En við þurfum að gera það sem við getum gert á hverjum stað. Og það gríðarlega mikilvægt að við tökum þessi skref. Í 4. lagi vildi ég nefna nýsköpun og nýsköpun í breiðum skilningi. Nýsköpun á öllum sviðum skólans.
Ekki bara í þeim greinum sem við erum hefðbundið tölum sprotafyrirtæki og afurðir, heldur nýsköpun í menntavísindum, nýsköpun í hugvísindum, nýsköpun í félagsvísindum, þar sem birtist, birtist þessi, allt er dutt. Því ég fyrir að tala ég fór að tala konurna þá. Nýsköpun á öllum sviðum vísinda. Því að allar greinar er að gefa svo mikið tilbaka til samfélagsins. Og það er spurning aftur hér jafnræði greinanna að við drögum fram framlag þeirra til samfélagsins. Og það birtist í ólíkum hætti, það getur birtist í fyrirtækjum, það getur birtist í ferlum, það getur birtist í allskyns ráðgjöf. Hér er jafningjamatið algjörlega mögulegt líka og þetta er allt á grunni rannsókna. Þetta er rannsóknartengd nýsköpun. Þetta er spurningum virðingu greinanna, ólíkra greina í félagsráðgjöf, sálfræði, menntavísindum, íslensku, alveg eins og í heilbrigðisvísindum sem eru mjög klárt inn í þessari stóru nýsköpun sem við erum vön að tala um. Þarna getum við gert miklu betur og þarna getum við nefnilega sýnt samfélaginu hvað mikið er að koma út úr okkar starfi og hjálpa okkur í þessari fjármögnunar umræðu sem verður auðvitað ansi og verður mjög flókin á næstu árum. En stjórnvöld hafa sagt klárt að við megum að ná að marki Norðurlandana 2020 og OECD árið næsta ári. Við eigum ekki að kveika frá því marki. Við eigum ekki að gefa einn afslátt af því að við náum þeim takmarki. En við vitum líka að það getur þýtt það að þeir eru að fækka í skólanum. Hvað meina stjórnvöld með því að full fjármagna Háskóla Íslands? Við þurfum að vera tilbúin í þessa umræðu, þannig við þurfum að safna vopnum okkar á öllum sviðum og sýna þessa mikla framlag sem er í öllum greinum. Jafnræði greinanna, hverja einustu greinar, orðið jafningjar þýðir að allar greinar eru jafnsettar í Háskóla Íslands. En deildirnar og samfélagið er ekki bara kennararnir. Það er stoðþjónustan, það er stjórnsýslan og síðast en ekki síst auðvitað nemendurnir. Og nemendurnir eru þeir sem eru framtíðar fólkið okkar og það er forréttindi fyrir okkur að fá þau í okkar hendur og leiðbeina þeim áfram og við þurfum að fóstra þau vel og ég tel til dæmis að við þyrftum að efla náms- og starfsráðgjöf til að hjálpa þeim í gegnum þennan mótunartíma til að þeir ná sem mestum þroska. Þannig hér eru stór verkefni framundan sem varða auðvitað heill samfélagsins en ef við skipuleggjum okkar inn á við sem best, þá munum við ná bestum árangri. Mér finnst rektorskosning að vera dálítil hamskipti. Ég hef verið að hugsa líkingamál. Hvað er þegar við stjórnum nýja rektor, það er eins og að háskólinn taki á sig nýjan ham og þetta er svona líking úr skáldskapnum en ég held hún sé dálítið skemmtileg til að hugsa það að við séum að sjá háskólanum með nýjum hætti og það er akkurat það sem við erum að gera, höfum verið að gera á síðustu vikum með að ræða skólan að flysja af ákveðna húð og sjá skýrar þau vandamál sem við blasa. Við brennum öll fyrir storkan alþjóðlega rannsóknaháskóla fyrir íslenska þjóð. Alþjóðlegu rannsóknaháskóla sem hefur í fullu trefið aðra háskóla í útlöndum, það er okkar hugsjón. Við vitum öll hvað við þurfum að gera til þess að ná því markmiði og við þurfum að gera þetta saman. Mér finnst líka mjög mikilvægt að lokum að segja að Háskóli Íslands verður að standa vörð sjálfstæði sitt og sitt akademiska frelsi. Og í þessari umræðu stjórnvöld sem gæti orðið erfið, þá megum við aldrei hvika frá því að segja skoðun okkar á því sem skiptir máli fyrir íslenska þjóð. Rektorum má ekki hvika frá því að segja sínar skoðanir, jafnvel þó hann sé í fjármögnunar umræðu við ríkisvaldið. Því ef við gerum það, þá veikjum við stoðir okkar stofnunar og okkar samfélags. Ég legg gríðarlega áherslu á það að ég mun styðja við þá starfsmenn sem þurfa að standa fyrir máli sínu í samfélaginu. Háskólinn hefur nefnilega mjög sterka rödd, miklu sterkari rödd en kannski sambærilegir háskólar á Norðurlöndum á okkar stærðargráðu og hann á að nýta hana og hann verður að taka til máls. Takk fyrir. Ég þakka Guðrúnu Nordal fyrir hennar innlegg og þá er komið að síðasta frambjóðandanum sem er Einar Steingrímsson, prófessor við Strathclyde Háskóla í Glasgow í Skotlandi. Gerðu svo vel.
Hér kemur það. Komið sæl. Það er gott að fá að koma hingað og tala við ykkur. Eins og þið viti að þá kem ég ekki inn á þessu skóla, hef aldrei unnið þessu skóla hér, þannig að ég veit auðvitað miklu minna þau vandamál sem að helst brenna á fólki hérna. En ég treysti því að mér hefur verið sagt strax frá fyrsta degi sem rektor hvaða sem að og hverju þarf að breyta. Ég get heldur ekki staðið tjóðræður hérna við últið af því að ég seti ekki að staðið fyrir svona lengi, þannig ég verið að fá að ákveða svolítið Ég ætla ekki að vara viðkvæma við því uppfalli að ég ætla að segja þetta mikið af neikvæðum hlutum og það er vegna þess að ég tel að fagurgalinn og sjálfsaðdánin sem að við höfum öll tilhneigingu til að sýna að hún sé á því stigi hún sé kannski verið skaðleg fyrir okkur, sérstaklega á þessum tímum þegar almenningur er að vera upplýstari og lætur ekki segja sér hvað sem er. Ég ætla líka að taka fram fyrir þá viðkvæmu að með þeirri gagnrýni sem mun færa fram þá er ég ekki að halda því fram að Háskóli Íslands sé að því leyti verri heldur en aðrir háskólar almennt. Ég vil bara að Háskóli Íslands verði miklu betri heldur en flestir háskólar. Ég ætla að reyna að svara sumum af þeim spurningum. Nú er þetta allt hægt að virka hérna. Ég ætla að reyna að svara sumum af þeim spurningum sem vorum beðin að svara, en sumum þeirra reyna að svara óbeint. Varðandi fjármál skólans, þá er alveg ljóst að við þurfum miklu meira fé til þess að geta rekið skólan á þeim forsendum sem stefnans markar. Og við þurfum hins vegar að nota rannsóknarfé skólans miklu betur. Það er fráleitt að skóli sem er nánast allt háskólakerfi landsins og er þar ekki með minna fé milli handa heldur en skólar í sambærilegum löndum geti verið með allt háskólakerfi í einum rannsóknarháskóla. Það eru ekki til nein lönd sem að gera það og við höfum ekki efni á því heldur. Varðandi stjórnskipulagið þá heyrist mér að því sem fólk segir hér að það sé fullur á því að endurskoða skipulagið, þar að segja athuga hvernig hafi tekist með þessa skiptingu í svið sem að var gerð fyrir 7-8 árum. Við þurfum að velta fyrir okkur hvort að það er kannski betra bara að hafa ekki svið, heldur hafa bara stærri deildir og engin svið þar fyrir ofan. Við þurfum að hafa sem mesta jafningjastjórnun í deildunum en við þurfum líka að sjá til þess að þeir sem eru í forystu í akademísku forystustörfum sé fólk með öflugan vísindaferil að baki og með góða reynslu. Svo er þetta sem að þarf eins og vera að gegnsýra allar ákvarðanir stjórnsýslu skólanum og það er að stjórnsýslan hún verður að þjóna akademíska starfinu. Ég ætla að rauðletra það því að þetta er gríðarlega mikilvægt. Maður sér tilhneigingar í Bretlandi þar sem ég þekki best til og ég hef séð, maður sér þetta í öðrum löndum líka að stjórnsýsla þar sé ekki akademíska stjórnsýsla háskóla sé meira og meira farin að færa sig upp á skaftið og reyna að skipa akademísku starfsmönnum fyrir það hvernig þeir að haga sér í starfi sínu. Það gengur ekki. Við verðum að þetta leiðarljósi alltaf. Stjórnsýslan á bara að þjóna akademíska starfinu. Spurningin sameiningu Kennaraháskólans og Háskóla Íslands er spurning sem þarf að svara greinilega og með það sem ég heyri og sé að þá virðist sem það sé mjög lítil samvinna milli fagsviðana innan skóla sinna, faggreina eins og íslensku, stærðfræði og fleiri greina og kennara og menntavísindasviðs þar sé hvað varðar menntun kennara. Ég held að þetta sé algjörlega nauðsynlegt ef við ætlum að efla kennaranám á Íslandi yfirleitt að þá verður að nota þá þekkingu sem er til í faggreinunum og samþætta hana kennaranáminu eða kennaramentuninni. Ég veit eins og ég sagði hérna á síðasta fundi að þetta er mjög erfitt, það er mjög erfitt fyrir fólk úr þessum ólíku sviðum að tala saman en við verðum að láta þetta gerast. Það er hins vegar eins og ég sagði áðan, það er ekkert land sem ég þekki til sem er með jafn umfangsmikið háskólakerfi á Íslandi að þar sem allt kennaranám, þar sem allt háskólanám er í rannsóknarháskólum og alveg sérstaklega veit ég ekki neitt land þar sem allt kennaranám er í rannsóknarháskóla og það segir sína sögu að ef að maður reynir að giska á fjölda þeirra sem fást við menntavísindar rannsóknir í Bandaríkjunum þá held ég að sé varlega áætlað að það séu 10-falt fleiri hlutfallslega á Íslandi og ég skil ekki hvernig við að geta staðið undir því. Hérna fór við á hratt. Varðandi kennslumálin að þá tel ég líka ljóst að það þurfi að fækka nemendum af þeirri einföldu ástæðu eða sömu ástæðu við ætlum að vera rannsóknarháskóli sem er í dag nánast allt háskólakerfi landsins.
Góðir rannsóknarháskólar, þeir taka ekki nemendur sem hafa getu og bakgrunn yfir alla breidd skalans, það getum við. Og þetta þegar gert í sumum deildum, en það þarf örugglega að fækka nemendum í heildina í skólanum. Og auðvitað verður að reyna að sjá til þess að það þýðir ekki að við fáum minna fjármagn. Við verðum líka að meta gæði kennslu og umbuna góðum kennurum fyrir góða kennslu og fyrir þróun góðra kennslu. Við verðum að gera það. Það ekki þekktar neinar góðar aðferðir til þess, en við verðum að gera það með einhverjum hætti. Við verðum, og sérstaklega ef að við afnemum rannsóknarskyldu, almenna rannsóknarskyldu og einhverjir starfsmenn verða bara að kennslu, þá er ennþá mikilvægara að við metum að verðleikum það sem þeir gera gott. Hér er svo eitt af því sem ég ætla að ræða svolítið í sambandi það hvernig við tölum okkur og segjum frá. Háskóli Íslands er í sæti milli 250 og 275 á þessum lista Times Higher Education, meðal bestu háskóli í heimi, og þessu gjarnan haldið á lofti, og það er auðvitað sjálfsagt að gleðjast yfir þessu. Við höfum auðvitað að gleðjast yfir öllu sem vel gengur. En þetta segir ekki alla söguna. Þetta er þessi Times Higher Education listi. Það eru til fleiri listar. Hér eru tveir aðrir sem eru talsvert þekktir, US News and World Report og Shanghai listin. Þeir eru með 500 bestu skóla í heimi hvor og HÍ birtist hvergi af þeim lista. Það eru til fleiri listar. Hér er eitt sem heitir Center for World University Ranking og HÍ er á þeim lista, númer 516. Svo er til þessi listi sem er kallaður QS, sem er með 800 bestu háskóla í heimi og HÍ er ekki á þeim lista. Svo að ef við ætlum að vera heiðarlega eins og við leggjum ríkt á við nemendur okkar að vera þegar þeir eru að tala um tölfræði, þá er ekki alveg sannleikanum samkvæmt að tala um HÍ sem einn af 300 bestu háskólum í heimi. Hann er, miðað við þetta meðaltali, fyrir neðan 500. sæti. Við sem sagt segjum í þessu tilfelli, við segjum við nemendur okkar, þið megið ekki velja gögn ykkar á handahófi þegar þið eru með tölfræðilegar úttektir. En sjálf veljum við einn lista 5 gæði HÍ. Við tölum mjög mikið það að háskólinn hafi fræðsluhlutverk gagnvart samfélaginu og það sé mikilvægt og það tekið sannarlega undir. En við lokum námsefni skólans fyrir öllum almenningi og fyrir nánast öllum nemendur skólans líka skilst þér. Ég skilst að það sé bara sjálfgeft að námsefni tiltekins námskeið sé opið öðrum en þeim nemendur sem hafa setið það námskeið. Þetta finnst við vera þversögn í fræðsluhlutverki skólans. Og ég skil ekki okkur svo almenningur sem á skólan og borgar rekstur hans, okkur hann hefur ekki aðgang að því námsefni sem að þeir notað í skólan. Við tölum að HÍ sé og eigi að vera í fararbroddi nýsköpun og tækniþróun, en það er ennþá allt of algengt, ég veit ekki hversu algengt, en það er allt of algengt, að við neitum nemendum að nota nútíma tækni, að við setjum, það eru til meira segja gríðarlega umfangsmikil námskeið í þessum skóla, þar sem eina námsmatið er próf sem fer fram á 3 tímum í einangrun frá öllu sem heitir umheimurinn í tímaþröng og þar sem nemendur fá alls ekki að starfa við þar aðstæður sem við þykjumst vera þjálfaðir til að starfa við. Þetta er algjörlega óboðlegt. Við segjum líka við nemendur að ritstuldur sé eitthvað alvarlegasta brot sem hægt er að fremja í akademísku starfi og það erum við öll sammála og þetta leggjum alltaf gríðarlega áherslu á. En það eru engin viðurlög við ritstuldi kennaraskólans. Þetta er algerlega óbærilegur tvískinnungur. Við tölum líka alltaf að HÍ sé og eigi að vera alþjóðlegur háskóli. Það er auðvitað að vera markmið hans. En skólinn virðist ekki kæra sig neitt forystufólk af erlendu vettvangi, með erlenda reynslu. Og það birtist meðal annars í því að enginn af æðstu akademísku stjórnendur skólans hefur nokkra teljandi reynslu af starfi á þessum alþjóðavettvangi í öðrum háskólum erlendis. Það birtist líka í því að háskólaráð hefur farið með þetta rektorskjör eins og mannsmorð og virðist leggja sig í líma við að tryggja það að það sæki engir af erlendum vettvangi rektorstarfi. Það er ekki auglýst alþjóðlega, auglýsingar, allir frestur eru mjög stuttir, að þetta er auglýst var með sattir í spurðu út í þetta, þetta er auglýst í Lögbirtingablaðinu, þetta var auglýst í Helgarblöðunum á Íslandi 2 vikum fyrir lok umsóknarfrest og á íslensku á vefsíðum skólans. Þannig að allir þeir Íslendingar, þá við vitum að þetta er fullt af mjög frambærilegu íslensku vísindafólki erlendis með mikla reynslu.
En það var ekkert gert til þess að reyna að eins og fá slíkt fólk til að sækja og það var bókstaflega reynt, ég get ekki túlkað þetta öðruvísi, það var bókstaflega reynt að koma í veg fyrir að það sækti nokkur utan skólans þetta starf. Ef við viljum að samfélagið styrki skólann dyggilega og við segjum að við viljum þá, við teljum að það sé mikilvægt fyrir samfélagið að hafa öflugt fræðasamfélag sem Háskóli Íslands stærsti hlutina, þá verðum við að vera heiðarlegri. Og almenningur alltaf verið upplýstari, almenningur tortryggnar og tortryggnar gagnvart ríkisstofnunum og opinberum stofnunum yfirleitt og við getum ekki gengið út frá því að það sé bara trúa öllu sem við segjum fallegt á skólan. Það verða að fylgja gerðir þeim orðum sem við höfum, það sem við viljum vera. Og þetta hins vegar, þetta var allt þetta neikvæða sem ég hafði að segja. Það auðvitað mjög margt gott í Háskóla Íslands. Það talsvert af góðu vísindafólki, það talsvert af fólki sem virkilega framúrskarandi á alþjóðavettvangi. Ég veit að það mikil góð þekking á góðum kennslóttum innan skólans, þótt hún sé víða alls ekki notuð. Og starfið vissulega mjög öflugt miðað við það litla fé sem skólinn hefur. Það alveg rétt. En við getum gert ennþá betur, ekki síst í ljósið hvað hefur verið gert vel miðað við þessa fjárframlög skólinn. En það eins vegar háskalegt að miða allar áætlanir okkar við það að við munum fá miklu meira fjármagn. Við skulum ekki fara að hafa okkur eins og í kosningabaráttu til þings þar sem maður verið að lofa meira og meiri peningum. Við höfum eitthvað tryggingar fyrir því. Og við þurfum að gera breytingar á starfi skólans sem tryggja það að hvort sem við fáum mikið fé eða lítið, þá munum við nota það mjög vel. Það alveg hugsanlegt við eigum erfiða tíma í vændum. Það mjög erfitt að spá framtíðina í efnahagsmálum á Íslandi eða yfirleitt viðhorf stjórnvalda til skólans. En ég ætla að ljúka þessu með því að rifja upp svolítið sögur sem að ég las við marglöngu sem fjallar manneskju sem að bjó við góð efnahagsleg kjör og eyddi fé sínu í sugg og svínarí og drabbaðist niður á sál og líkama og lifði við mikinn gleðskap, auðvitað veiklunar sífellt leiðinlegri og þreyttari eins og gengur og gerist þegar fólk bara í tómum gleðskap. En svo gerist eitthvað auðvitað að yfirboðari þessar mannesku kallaði hann á sinn fund og sagði henni að hún myndi fá erfitt verkefni sem hún þyrfti að vinna í náinni framtíð og hún þyrfti að undirbúa sig vandlega undir það að myndi krefjast gríðarleg styrks bæði andlega og líkamlega og þessi okkar manneski fór heim til sín og hugsaði málið, ákvað að reyna að snúa við blaðinu og tókst það, lagði á sig gríðarlegt erfið og gríðarlegar andlegar og líkamlegar æfingar og þjálfun og stóð á endanum upp í óskaplega góðu formi og til í hvað sem var. Þegar hún talaði svo yfirboðari sem aftur þá tjáði hann henni að þetta hefði verið blöff. Það var ekkert verkefni, hann ætlaði bara að reyna að fá hana til þess að snúa til betra lífs. Þetta rökstuttu máli innihald smásögur sem að margir hér hafa lesið, mér skilst þú sem segja notuð sem ítarefni í sumum námskeiðum í skólanum væntanlega sem dæmisaga gott líferni. Hún heitir Ferðin sem aldrei var farin og eftir Sigurð Nordal sem var lengi prófessor í þessu skóla. Og ég ætla bara að leggja það til að lokum að við hlítum ráðum Sigurðar Nordal vegna þess að ef við leggjum hart að okkur og breytum skólanum í þá átt að hann verði miklu betra en í dag sem við getum gert, að þá munum við annars vegar vera betur í stakk búin til þess að takast á við þá erfiðleika sem hugsanlega eru framundan, en hins vegar þá munum við líka, ef við eflum skólan með skilvirkum hætti, þá munum við líka njóta miklu betur þeirra listisemdar sem gott háskólalíf og á að vera ef við fáum allar þessar fjárveitingar sem við erum að vonast eftir að fá. Takk fyrir. Já, ég þakka Einari Steingrímssyni fyrir hans innlegg, en nú höfum við tæpan hálftíma fyrir pallborðsumræður með frambjóðendum og þær verða nú frekar daufar ef að salurinn fær ekki að taka þátt.
Þannig að ég ætla að gefa frambjóðendum núna bara 1 til 2 mínútur á hvert frambjóðandi ætla að rétt að bregðast við hvort öðru, bara 1 til 2 mínútur og síðan getur salurinn fengið að koma með spurningar og meðan þið eru að hugsa spurningar þá gef ég ykkur bara örstuð, það 1 til 2 mínúta og þú byrjar Jón Atli, rétt að þið vilji bregðast eitthvað aðeins við. Já, takk fyrir. Ég bara þakka fyrir tækifæri að koma hingað og gerði nú grein fyrir mínum helstu málum þarna en eins og ljóst og Rúnar kom inn á þá þetta gríðarlega víðfemt, það sem við áttum að fjalla Ég tel gríðarleg tækifæri fyrir Háskóla Íslands að verða enn betra en hann Ég bara tek undir það sem kemur hér. Við höfum verið að byggja upp rannsóknarháskóla núna aðeins í 20-25 ár og árangurinn að mínu mati frábær. Starfsfólk og stúdentar hafa staðið sér einstaklega vel. Það sem Einar nefnir hérna, ég vil kannski koma sérstaklega að því, hann nefnir ýmis mál sem ganga ekki nægilega vel og síðan talar hann röðun. Það að Háskóli Íslands hafi komist inn á þennan lista yfir 300 bestu háskóli í heimi hjá Times Higher University World Rankings, það bara algjörlega frábært. Það bara ótrúlegur árangur. Ég get sagt það, þegar stefnumótunin var fyrir 2006-2011, þá var sett langtíma markmið að komast upp 100 bestu háskóli í heimi, sem var greinilega mjög erfitt og mikið langtíma markmið. Þá var sagan svo að þessi Times Higher University World University Rankings, hún var svo matskend, hún byggði svo mikið á því að ræða við fólk og nota allskyns spurningalista og það QS hlutin sem eiginlega þar núna en mælikvörðunum hefur verið breytt hjá Times Higher University World Rankings og það ástæðan til þess að háskólinn kemst þarna inn. En ég vil bara segja, sem aðalatriðið, að Háskóli Íslands mun færast upp inn á þessa lista á næstu árum. Rannsóknarstarfið hefur verið það öflugt, en við þurfum að fá meira fjármagn til þess að geta haldið sjó. Það alveg einstakt hvað fólk hefur staðið sig hérna vel, en ég tel að birtingar hafi alveg verið til fyrirmyndar og ég held við að fagna því ekki að tala það niður. Þakka fyrir Jón Atli. Guðrún, örstutt. Já, ég vildi nú frekar bara fá spurningur og sala því ég held að við séum búin að dekka þessi svið og ég held við sjáum alveg tækifærin framöndan en auðvitað þetta fjármögnunarmál auðvitað dálítið, það náttúrulega grunnurinn að því að við ætlum að hafa skólan eins og stærðin eins og í dag. Ef við hefðum ekki það fjármagn þá þyrftum við að skera skóla niður. Það blasir alveg við eins og við höfum bara verið að ræða fjölda nemenda per kennara. En ég horfi ekki á það þannig. Ég held að við séum með mikil tækifæri í höndunum og ég er alveg sannfærð það. Og við þurfum að fara með skýrum hætti út í samfélagið og rökstuða þessa forgangsröðun sem þarf að eiga sér stað í samfélaginu í þágu háskólans og þá menntakerfisins. Og ég talaði sérstaklega um menntakerfið af því ég held að við megum ekki bara raun og veru vanmeta þá á mikla ábyrgð sem við berum sem háskóli á öllu kerfinu. Og ég held sem mjög mikilvægt við tökum því fagnandi af því það raun og veru því mikið mótunar tækifæri í því verkefni fólkið. En ég vil bara vil freka fá spurningar á sal og þannig við getum dýpkað þessu umræðu. Takk fyrir Guðrún. Einar, vilt þú örstutt? Já, ég ætla bara að segja örfá orð að það sem að ég hef reynt að segja frá með ýmsum hætti bæði á þessum fundum hér og í því sem ég hef birt annar staðar þetta mál, það hverju ég telja þurfi að breyta í Háskóla Íslands. Það margt mjög gott hérna, ég tel að ég hafi aldrei talað niður eitt eða neitt hér í þessum skóla sem ekki var ástæða til þess að tala niður. Og ég hef aldrei talað niður neitt starfsfólki í þessum skóla eins og mér hefur verið borið að brýn. En það sem að ég vil leggja áherslu á og það sem að ég vil koma á framfæri hér, það hverju ég tel að þurfi að breyta. Og það það sem ég vildi gjarnan sjá að þessu umræða snerist Ef við ætlum ekki að breyta neinu í aðalatriðum, þá þurfum við sennilega ekki eins og að hafa rektor. Já, þakka þér fyrir Einar. Nú eins og ég sagði á, nú gefst fundamann tækifæri til þess að koma fram í spurningar til rektorsefna og það hérna tveir með mikrofóna, hljóðnema og geta farið til ykkar ef þið hafið spurningar. Ég bið þá sem eru með spurningar að kynna sig, ég þekki ekki alla með nafni, kynna sig, gera grein fyrir sér og ætla sig ekki best að
að safna saman nokkrum spurningum en það þegar komið hérna Inga Þórsdóttir með spurningu. Hverju fleiri með spurningar? Nota þetta einstaka tækifæri. Já, þakka ykkur áskaplega vel fyrir þessar framsögur og ég búin að læra það þegar ég sit á strákminum og býð þá kemst ég vild ekki að. Þannig að ég passaði mig að bara reka hendin upp alveg 1 og 3. Það sem margt sem brennir á heilbrigðisvísindasviði, ég heiti Inga Þórsdóttir og forseti heilbrigðisvísindasviðs og mér langar sérstaklega að beina til ykkar spurningunni okkar húsnæðismál sem ég vænti þess að því að við kynnt ykkur vel. Já, það komið hérna önnur spurning. Var ekki fleiri sem að... Jú, og þriðja. Góðan daginn, Bjargi heiti ég er verkefnastjóri í umhverfis- og auðlindafræði sem nefnir svona þverfagleg eining, tilheyrir öllum sviðum, þannig við heima svona allstaðar og hvergi. Ég heyri hjá mörgum ykkar þið viljið breyta ákveðnum hlutum, það þarf að breyta reiknilíkanið, vinnumatskerfið, fleiri og fleiri hlutir. Ég sakna þess að heyra meira leiðir. Hvernig hafið þið hugsað ykkur að breyta og hvaða leiðir sjáu þið í þessum málum? Og það sem ég saknaði kannski hjá bæði Guðrúnu og Einari, það áhersla á kjaramál, ekki bara kennara heldur líka starfsfólks í stjórnsýslu. Hver eru ykkar áherslur í þeim málum? Takk. Og hér þá held ég, Þórólfur Matthíasson, þegar þú búin að bera fram þína spurningu, ef ég gef ykkur þá tækifæri til þess að koma með svör við þessum 3 spurningum. Þórólfur. Þórólfur Matthíasson var að formaður félagsprófessora. Það sem að mér langaði til þess að spyrja og snerti svolítið spurningar sem ég sendi á HÍ Starfi morgun og snúa að vinnumatskerfinu. Mér heyrðist nú að tvö ykkar vildu setja þetta svona í ytra mat og kannski þannig skjóta ykkur aðeins framhjá því að taka afstöðu til kerfisins sem slíks. Einar kannski svolítið harðari afstöðu. Kannski að heyra svolítið kosti og hverja þið teljið vera kosti og galla núverandi kerfis, hvort að eigi að leggja það af og hvað eigi þá að koma í staðinn. Ef þá að halda í núverandi kerfi, hvernig viljið breyta því og í þriðja lagi, og þá snerti það ekki beinlínis vinnumatskerfið en óbeint, framtíða launastefna Háskóla Íslands, hver á hún að vera, hvert eigum við að stefna? Það náttúrulega ekki hægt að breyta launastiginu gagnvart öllu systeminu innanlands og svo framvegis í einni svipan og rektor gerir það heldur ekki einn. En hvert á að stefna, segjum 10 ár fram í tíman. Og svo ætla ég að koma með eina pínulítið kvikindislega spurningu og hún snýr að því eiga félög akademískra starfsmanna vera 1 eða 2. Já, þakka ykkur fyrir. Nú ætla ég að biðja frambjóðendum að svara þessum 3 spurningum sem voru bæði umfangsmiklar, langar og margþættar. Ég ætla að biðja þig, Guðrún, að byrja. Ég voni að hafa náðum öllum. Húsnæðis með heilbrigðisvísindi, það eru mjög brýn og ég mun leggja mikla áherslu á það verði að veruleika þess uppbygginga í kringum Landspítalann og það algjörlega forgangsmál á fundi með ykkur. Það náttúrulega sér með þessa dreifingu sem hamlar út af mjög sviðinu og þannig að það alveg klart og ég hef kynnt mér það eins vel og ég geta með það gögn sem eru opinber þessi mál og ég hef náttúrulega ekki verið með kannski með öll gögn sem þið hafið en ég hef gögn allt sem ég hef kynnt mér. Þú semdir að ég hef ekki talað hjaramál og það alveg rétt, maður kom ekki alveg öllu og ég byrði afsökunar á því að mér varst líka í síðasta fundi var ég mjög hlýðin og fór alveg gegnum alla punktana þá misti ég kannski að ræða aðra hluti þannig ég ákvaða að nálgast kannski spurningarnar aldrei með mínum eigin hætti í þetta skipti en þú spurður áherslu á hjaramál fyrir stjórnsýslu og það auðvitað algjörlega með einn heild þó með við tölum kannski stundum akademiska starfsmenn þá er þetta ein heild. Ég sé háskólan algjörlega sem ein heild. Deildirnar eru þetta ekki kennarar og svo eitthvað stjórnsýslu eitthvað annars þar heldur þetta ein heild og þannig við þurfum auðvitað að standa vörðum kjör stjórnsýslu eins og akademiska starfsmanna og þetta eru saman í félagi þannig að það eru auðvitað blasið við og ég var enda með félaginu í gær og það við fórum vel yfir þessi mál þar. Hvað var það og líka þetta með leiðir, ég held með vinnumatskerfið, við tökum það bara, það þarf auðvitað vinnumatskerfið
hefur alveg á tortryggni hérna innan skólans og ekki að mæla gæði nægilega vel inn í öllum greinum. Það nærði kannski í sumstaðar en alls ekki allstaðar og það og magndrifið eins og við vitum. Og það mismunandi birtingar hefðir í ólíkum greinum bara jafnvel innan sama sviðs. Þannig að þetta mjög mikilvægt við náum utan gæðamáli. Þannig ég vil fá ytri úttekt af því mér finnst við hafa oft verið að reyna að leysa okkar mál með eigin úttektum. Og við gerum það með vinnumarkskerfið síðast. Þannig ég vildi gjarnan fá ytri úttekt af það, en þó maður sjáu líka fyrir sér að við þurfum ákveðið jafningjamat inn í þetta mat á vinnumatinu. Ég sé ekki fyrir maður að við leggjum það af eins og Þórólfur var að spyrja en við þurfum að fara samt vel yfir það hverju þið að þjóna núna. Auðvitað ákveðið vantraust í því, að því að við þurfum hvatningu til að birta góðum vettvangi, við ættum vera upp úr því vaxin, við ættum vera komin kannski úr gelgjuséð upp á fullorðinsár. Þannig við þurfum bara að vera opin fyrir þeim leiðum, hvort við ættum að færa peningin bara alveg beint inn í launin. En kjaramál kennara eru þetta bara okkar vandamál. Lág laun í skólanum bara að fara að standa skólanum fyrir þrifum. Þegar bara þetta hér fyrir launum lækna til að fá nýliðun. Það nákvæmlega sama vandamáli í Háskóla Íslands. Við erum ekki að fá fólk inn í skólan frá útlöndum og Íslendingar eða erlenda menn sem vilja koma gjarnan hingað af því að við getum ekki boðið nægilega góð kjör. Þannig að þetta mikið hagsmunamál Háskólans að standa með í kjarafélagunum og líka með lánasjóð íslenskra námsmanna, því við nefndum það ekki. Við bara áttu stúdenta fyrir framfærslu. Af því það líka hagsmunamál Háskólans að stúdentarnir geti sinnt náminu og þau þurfi ekki að vinna með námi. Það líka innrastarf skólans. Við mögum ekki gleyma því að þetta ein heild. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt að við sjáum þetta sem í samhengi og eiga félögin að vera 1 eða 2. Já, mér finnst, ég verður að segja það, ég prófessor og það sem finnst oft gott þegar öllum prófessor að það sér. Mér finnst þetta vandar, mér finnst við ættum að reyna að snúa betur bökum saman. Ég myndi finnst þess að vera hugsjón í því að við snerum bökum saman. Og við ættum ekki að vera hrædd kjör okkar þó við gerðum það. Prófessor náði meiri kjörabátum með að taka sér sér. Nú segi ég þetta bara opið sem mér finnst almennt í skólanum við ættum að sjá heildina og þetta jafnræði og að horfa svona treysta hvort öðru. Þannig að það bara svona spontansvar á þess að það fari djúpt ofan í þetta. Já, Einar, má ég bjóða þér að ræðast Já, varðandi húsnæðismálin þá verði ég að bara hryggja alla með því að ég hef ekki kynnt mér húsnæðismál Háskóla Íslands það vel að ég treysti mig til þess að segja neitt af viti þau eins og málin standa. Ég treysti því hins vegar að ég fá að vita allt þetta þegar eru orðin rektor. Varðandi kjaramálin og vinnumatskerfi sem að má kannski taka í einu lagi þá hef ég sagt að ég vil afleggja vinnumatskerfi og það í fyrsta lagi vegna þess að það mælir magn en ekki gæði og ekki síður vegna þess að það ekki hægt að nota sömu mælikvarða á milli ólíkra sviða. Það ekki hægt að nota sömu mælikvarða á bókmenntafræði og segja byggingaverkfræði. Það bara gengur ekki. Það ekki gerólíka birtingarhefðir og meiri segja innan starffræðinar birtingatíðinni sennilega 5-föld á milli ólíkara greina innan sjálfra starffræðinar. Þannig að þótt maður fari ekki að bera saman ólíka greinar þá þetta samkerfi sem bara ekki nógu gott af því að það metur ekki gæði eins og við gerum alltaf þegar við erum að meta jafningi okkar í þessu samfélagi. Ég myndi ekki leggja til að vinnumatskerfi yrði aflagt þótt ég gæti það daginn eftir að ég yrði rektor það þyrfti að vera einhver aðlögunartími og eitt af því sem að ég vil hvort að byggja mikið á úttektum óháðra erlenda aðila og rannsóknarstarfi skólans bæði í heild sinni eða segjum rannsóknarstarfi deilda og jafnvel einstakra starfsmanna að þá var þetta kjörið tækifæri til þess að gera bara tölfræðilega úttekt á því hvað munur kemur út úr því í matinu einstakra starfsmönnum úr vinnumatskerfinu og því kerfi sem ég vil að við höfum þar að segja jafningjamat af hálfu óháðra erlendra aðila. En ég tel að vinnumatskerfi að það sé algjörlega vonlaust að vera með kerfi af þessu tagi til þess að umbuna starfsmönnum fyrir störf sín. Alveg sérstaklega sé ég ekki neitt í þessu kerfi sem umbunar fyrir gæði í kennslu. Ég sá ekki neitt kennslu í þessu annað en tíma sem fólk hefur kennt. Það ekki góður mælikvarði á gæði í kennslu hvað fólk hefur kennt lengi. Varðandi launastefnuna að þá finnst mér bara augljóst að
að þá veist mér augljóst að stefna rektor segja vera að laun starfsmanna háskólan sé eins há og hægt er að meðaltali, það að segja heildarupphæðin, en ég legg líka gríðarlega áherslu á það að launin þau séu í samræmi við verðleika, þar að segja við framlag. Og þess vegna segja við verðum að meta framlagi með öðrum hætti, við verðum að meta gott framlagi í kennslu og við verðum að hafa jafningjamat á framlagi í rannsóknum. Hluta því jafningjamati færi fram innan skólans, hluta því væri utanaðkomandi aðilar. Varðandi stéttarfélögin þá er ég nú ekki vissum að rektor eigi að hafa neina skoðanir á því hversu mörg stéttarfélögin eigi að vera eða hvernig þau eigi að haga sér. En að því ég er ekki orðin rektor þá get ég svo sem alveg lýst skoðun minn á þessu. Og hún er svo að mér er eins mikilvægt til að það sé ennþá að við séum með þennan framgangsstiga lektor, dósent, prófessor að það skipti máli að sú hvatning sé í kerfinu, þá er mér mjög illa við alla uppskiptingu á kennarar á hópum sem eru sem eru einn hópur eins og allir kennarar við skólan, allir akademískir starfsmenn. Þannig að mér finnst rangt að gera einhvern greinamun á prófessorum og öðrum kennurum að öðru leyti þessu, að prófessor er prófessor af því að viðkomandi á að hafa sýnt sig að hafa náð því stigi í rannsóknum sínum og kennslu að geta borið þá titil. Þannig að ef að ég ætti ákveða þetta hér nú þá myndi ég segja nei, við skulum hafa bara eitt stéttarfélag. Og þá held ég sem búin að svara flestum spurningunum. Já, þakka ykkur fyrir. Ég held að þessi tími fyrir 2-3 spurningar. Þetta er náttúrulega gert alveg bara ránum hug, ég ætla ekki að koma í þetta. Fyrirgefðu. Allt í lagi, allt í góðu. Til að stytta mál minn þá vil ég bara taka undir sjónarmið Einars hérna 1 eða 2 félög. Þetta er grundvallar afstaða mín líka og ég tel að það var ákveðin áhætta á sínu tíma að prófessorarnir fóru undir kjaranemnd en ég tel að almennt séð eigi þetta verið eitt félag en ég sem rektor myndi ekki skipta mig beint af því en ég bara hef þessa grundvallar skoðun. Varðandi húsnæðismál heilbrigðisvísindarsviðs þá er þetta mjög mikilvægt mál. Sviðið er dreift og ég tel að það sé mjög mikilvægt að vera sérstök bygging byggð eins og stendur til mjög fljótlega innan 4 til 6 ára. Það er talað að meðferðarkjarninn á spítalanum komi eða semst hann er að fara í hönnunarferli og ég tel mikilvægt að heilbrigðisvísindarsvið fái sína byggingu eins fljótt og auðið og ég mun styðja það og það er nauðsynlegt. Til þess að breyta varðandi leiðir, til þess að breyta vinnumatskerfi og reiknilíkani ég tel að aðal vandinn er hversu stýrandi þetta kerfi er innan skólans og það þarf að aftengja ýmislegt, fólk er að lenda í vítarhring varðandi áhrif kerfisins, það stýrir of miklu og það finnst mér verið algjört grundvallaratriði. Síðan tel ég nauðsynlegt að það verði jafningjamat á 5 ára fresti á einingum skólans. Þannig að það komi ekki bara einhvers konar biblíómetrískir mælikvarðar sem eru notaðir, en það sé líka jafningjamat sem sé notað til þess að meta þá starfsemina til lengri tíma og það tel ég nauðsynlegt. Síðan eru ýmsir agnúar á þessu kerfi eins og ég nefndi í ræðu minni, það næri ekki utan starf skólans, það er margt í því sem fellur á milli skips og bryggju og það þarf bara að taka heildstætt, fara yfir það og ég tek undir það þarf líka að meta kennslu sem hefur ekki tekist á undanförnum árum en það eru tækifæri til að gera það og við getum rætt það kannski síðar. Þórólfur, svo fyrir ekki Þórólfur. Já, ég með reiknilíkanið, þá vil ég segja það að vandamálið er að reiknilíkanið, það er verið að kenna mismunandi greinar í mismunandi deildum sem eru sambærilegar en það er greitt mismunandi fyrir þær og það finnst mér vera mikið vandamál. Allir reikniflokkar eru lágir, það þarf að breyta því, það þarf að gera greinamun á grunn- og framhaldsnámi sem er mjög mikilvægt og síðan þarf að tryggja jafnrétti í kerfinu og það finnst mér vera grundvallaratriði. Þórólfur, blessaður. Ég vildi segja að þú sendir okkur svo spurningar og vildur að við svöruðum hér og nú eða ef við ekki að... Já, allt í lagi. Varðandi, ég er ekki þeirra skoðunar að það eigi að leggja af vinnumatskerfið. Ég tel að það hafi margt gott komið út úr því og ég tel að þetta hvatakerfi
sem við höfum notað á undanförnum árum hafi komið mjög vel út fyrir skólan. En það þarf að huga að ýmsu. Þetta mjög mikið álag sem þetta kemur yfir á fólk og starfsálag innan Háskóla Íslands of mikið og við þurfum að huga að því og það annað sem kemur inn. En ég vil ekki leggja það af. Framtíðar launastefna mér finnst og ég mun leggja áherslu á það að Háskóli Íslands bjóði samkeppnisfær laun. Það algjört lykilatriði. Já, þakka fyrir. Við aftur afsökunar. Við erum farin að hugsa léttu veitingarna sem verða í boði rektors hérna eftir. En við eigum 10 mínútur eftir og ég held að það sé tími fyrir 23 spurningar. Torfi búinn að biðja og síðan var eitt hérna aftast. Já, og svo Kristján. Þannig að það verða þá loka spurningarna. Já, ég heiti Torfi Túrinius og professor í íslensku og menningardeild. Mér langaði að spyrja ykkur það var mjög ánægilegt að sjá að allavega Jón Atli og Guðrún töluðu mikið lýðræði og það væri nauðsynlegt að styrkja lýðræði innan háskólans. Það var ekki síst ánægilegt að heyra Jón Atla tala þetta því hann kom nú af því að vinna nýtt skipulag og hann tilbúinn að endurskoða það mitt með lýðræðislegar sjónarmið í ljósi lýðræðislegra sjónarmiða. En það ekkert augljóst að öllum finnist að það að vera lýðræði við stjórnun háskóla, jafningjastjórnun og það ekki eins og augljóst að öllum finnist að kjósa rektor, hvað þá annað. En þannig að ég hefði gaman að því að heyra frá ykkur, Jóni og Guðrún og líka kannski frá Einari sem að ég held að hafi ekki tjáð sig jafningjastjórnun og lýðræði í sinni framsögun. Það getur vel verið að mér hafi misheyrst bara hvers vegna á að hafa lýðræðislega stjórnarhætti í háskóla. Takk. Já, takk fyrir Torfi. Það var eitt hérna aftast líka. Sælverði Stefán Hrafn Jónsson, dósent í félagsfræði. Takk hérlega fyrir góðar kynningar. Mér langar aðeins að koma að jafnréttismálum sem myndist á sum. Það rætt jafnrétti til náms eftir kyni, aldri og fjárhagsstöðu. Þið tilbúin til að taka baráttu að hafa jafnrétti til náms eftir deildum þannig að nemendur fái sams konar kennslu, snertingu eða samskipti við kennara samanhvort þessi í félagshugvísindum eða öðrum deildum. Þá á ég sérstaklega við að birtingarmynd reikniflokkarna kemur meðan að þannig fram að við erum að kenna svipaða hluti sem tölfræði í mismunandi deildum en það minni tími sem við höfum til þess að vera með nemendum í svona kennslu eftir í hvaða deild við erum. Takk. Og síðasta spurningin, gerðu svo vel. Já, ég heiti Kristján Árnason, ég með eina stuttarspurningu hvort frambjóðendur hafa mótað sér einhverjar hugmyndir eða stefnu varðandi íslenska tungu eins og heitir á hátíðarstundum sem hafa ágjör af því að enska sé að taka hér yfir og aðrir hafa ágjör af því að rannsóknir á íslensku sé ekki nógu öflugar og svo framvegis. Takk fyrir. Ég ætla að biðja Einar að biðja svara en áður þá ætla ég að notfæra mér þau forréttindi að vera fundarstjóri og koma fram með eina lauflétta spurningu og ég kalla eftir fjölskyldustefnu Háskóla Íslands. Það hafa komið hérna fram atriði sem varða aukið hlutfall kvenna í akademískum störfum og það augljósa náttúrulega nú þegar að það mér skilst að konur séu í meirihluta nemenda. Hér unnin ákveðin störf þar sem konur eru í miklu meirihluta. Þannig og við höfum talað nýliðna vandamál, en það sem að mig langar að vita og kannski fleiri hérna inni, það hvernig hvort og hvernig rektorsframbjóðendur hugsa sér samþættingu vinnu við fjölskyldulíf. Einar, þá er ég að byrja að svara þessum 4 spurningum. Fyrsta spurningi var lýðræði, af hverju ætti að vera lýðræði í háskólum? Og svar mitt við því að því meira lýðræði sem hægt að hafa, því betra. Ég myndi reynda að segja því minni hierarkíska stjórnum sem hægt að hafa, því betra. Og það vil svo til að það hefur, ég held að
megi segja að það hefði gefist vel gegnum aldirnar að hafa talsvert mikið lýðræði í stjórnun háskóla, þar að segja á deildaplani. Þannig ég held að það sé bara gott, ég held að það sé alltaf gott ef það er hægt að stjórna í samvinnu, og þá erum við yfirleitt ekki að tala um lýðræði með handauppbreytingum, það er ekki gott lýðræði sem að stjórna deildum með handauppbreytingum, en við ættum að hafa eins mikið lýðræði og hægt er, en á hinn bóginn þá getum við heldur ekki haft svo mikið lýðræði að það væri allt í einu komið meirihluti starfsmanna í skólanum sem segði að við ætlum ekki að kenna nema klukkutíma á viku í hverju námskeiði. Þannig að það eru auðvitað takmörk, maður getur ekki horft fram hjá því. Og það er líka ljóst að ef háskólinn er með tiltekna stefnu eins og þessi háskóli er með að fara í ákveðna átt, að þá verður starfið að miðast að því. Þannig að lýðræðið má ekki, lýðræðið í einni deild má ekki vera til þess að hún ákveða, við ætlum bara ekki að við ætlum bara að gefa skít í þessu stefnu. Þannig að þetta er ekki algjörlega einfalt mál, en því meira sem þetta er að stjórna án einhverja stjórnenda, því betra. Ég tel rangt að kjósa rektor og það eru tvær ástæður fyrir því. Annars verður svo að ég tel að eigendur skólans ættu að hafa dálítið mikið að segja það hver leiðir skólan, alveg eins og gildir aðrar ríkisstofnanir. Mér finnst alveg jafn fráleitt að starfsmenn háskólans og stúdentar velji eini rektor, mér finnst það jafn fráleitt eins og ef starfsmenn vegagerðarinnar fengju að kjósa sér forstjóra. Hvað myndi gerast ef það yrði forstjóri manneskja sem ætti mikið malarnám, og það er að segja að það væru margir starfsmenn vegagerðarinnar sem ættu malarnám í land og hefðu hagað því að leggja malarvegi. Þetta kann að hljóma fáránlega, en það geti orðið til þess að það yrðu aldrei aftur ráðin í forstjóri, yrðu aldrei ráðið starfsfólk sem væri ekki á móti bundnu slitlagi. Þar að auki, og mér finnst ég verið að segja það, og þetta er dálítið neikvætt, mér finnst að hafa komið dálítið vel fram í þessari kosningabaráttu, þá er einn ókostur við að vera með rektorskjör sem er fyrst og fremst prófkjör innan skólans, að þetta verður dálítið mikið eins og kosningaslagur í kosningu til Alþingis, að það snýst alltaf að lofa meiri peningum, en það er voða hættulegt að segja að maður vilji gera breytingar sem að munu koma niður á einhverjum sem starfa innan skólans. En sem sagt, ég vil hafa sem mest lýðræði, en það verður að vera tryggt að við fylgjum yfirlýstri stefnu skólans. Varðandi jafnréttismálin og reikniflokkana, þá er afstaða mín í öllum jafnréttismálum mjög einföld. Jafnrétti er gríðarlega mikilvægt. Jafnrétti þýðir að við mismunum aldrei fólki á neinum ómálefnalegum forsendum. Við mismunum fólki við ráðningar miðað við verðleika þess, það er að segja hversu öflugt vísindafólk það er. Við megum ekki mismuna á öðrum forsendum. Og þetta á að gilda allt, og ef það er þannig að það sé að nemendur á tilteknum sviðum fái miklu minni tíma með kennaratur en öðrum út af einhverjum göllum í einhverju reiknilíkani, þá verður bara að laga það. Varðandi stefnu íslenska tungu, þá heyrir maður oft tala um þetta, mér er mjög annt íslenska tungu, það er rétt að taka það fram. Ég vil gjarnan að það séu mjög öflugar rannsóknir og öflugt starf á vettvangi íslenskra tungu, ég veit ekki betur en að það sé mjög öflugt hérna. Þetta er eitt af fáu sem ég tel að skólinn þurfi að bera ábyrgð á, þar að segja, að sjá til þess að rannsóknir í íslensku og bara íslensk tunga yfirleitt og kennsla í íslensku lognist ekki út af. Þetta er eitt af fáum atriðum, en ef að tannlækningar allt í einu dyttu upp fyrir Háskóla Íslands, þá væri það ekki katastrófa fyrir landið, það er hægt að mennta tannlækna annars staðar, svo eitt dæmi sé tekið. Eða stærðfræði, menn að jafnvel stærðfræði er ekki eitthvað sem að þarf að vera til á Íslandi þannig séð. En þannig að ég hef enga sérstakar stefnuvarn íslenska tungu, en ég vil leggja áherslu á þetta. Það hefur verið talað um það sé nauðsynlegt að birta á íslensku fræðigreinar til þess að verða íslenska tungu, og ég held í fram að þetta sé bara rangt. Það er gríðarlega góður orðaforði í stærðfræði á íslensku og hefur verið mjög lengi, því að það er ofboðslega gott að orðastarf á því sviði, en það birtir engin fræðigreinar í stærðfræði á íslensku. Öll kennsla í stærðfræði fer fram á íslensku, þetta er engin vandamál. Varðandi fjölskyldustefnu og aðra spurningar jafnréttismál, að þá er best í þar fyrstu fjölskyldustefnuna. Ég veit ekki hver vandamálin getur verið í því í Háskóla Íslands. Ég hins vegar er oft hissa á því að það sé talað að háskólastarf sé ekki fjölskylduvænt, vegna þess að flesta háskólastarf, fólk sem að ég
þekki að það býr við svipuð kjör og ég, að geta ráðið vinnutíma sínum mjög mikið, skipulagt mjög mikið, unni mjög mikið heima. Þannig að ég veit ekki alveg hver þessi vandamál eru. Ef þetta eru vandamál sem að háskólinn ætti að bregðast við, þá verð ég að fá að vita meir hvert þau eru sem rektor, og ég mun reyna að leysa öll vandamál sem eru raunveruleg vandamál í skólanum sem að valda því að starfsmenn geti ekki rækt starf sitt eins vel og kostur er. Við fengum líka, af því að það var minnst á þessi jafnréttismál og þessu spurningu, þá fengum við spurningar frá jafnréttisnefnd skólans í fyrradag, þar sem var farið fram á að við ræddum þær sérstaklega hér. Það var búið að ákveða dagskrá þessa funda fyrir löngu, þannig að það var ekki hægt að eyða miklum tíma í það. En til þess að svara þeim spurningum þá skrifaði ég svör við þessum spurningum í jafnréttisnefndarinnar og baðum að fá þau birt í Kvennablaðinu. Það kannski þegar búið að birta þetta, en ef ekki þá koma þessi svör mín við spurningu í jafnréttisnefndar vonandi í Kvennablaðinu mjög fljótlega. Já, þakka þér fyrir Einar. Guðrún, má ég biðja að bjóða þér að bregðast við næst? Guðrún? Og ég bregðast Við skal reyna ekki. Já, lýðræði innan skólans. Mér finnst það gríðarlega mikilvægt og þetta jafningjasamfélag að það njóti sín innan skólans sé mjög mikil styrkur akademísks samfélags. Þetta ekki venjulegt fyrirtæki, þetta ekki Vegagerðin, en ég held að það sé mjög mikilvægt að hver grein hafi sína rödd í þessu litrófi sem við erum sem háskóli. Og því skýrar sem þessi vettvangur sér skilgreindur og við getum leitt hann fram. Og ég hef áhyggjur af því núna, því við erum að tala háskólan eins og í dag, að við leiðum ekki nægilega fram þessu ólíku raddir og þessa lýðræðislega samtal. Og það getur vel verið að við getum kennt okkur eitthvað sjálfum, en við verðum að hafa vettvang til að gera það. Ég ekki sammála Einar það, til þess að rektorskjör sé mjög merkilegt. Ég enda sammála það að þetta getur orðið dálítið prófkjörskennt, að við erum að fara svona skólinn eins og við farum prófkjör í pólitík hér bil. Og ég held að við erum alveg að horfast í augu við það við stöndum kannski misfett af vígi ef við kæmum inn í þessa umræðu eins og hann að segja, ef kæmum fólk utanfrá og að reyna að bjóðast þig fram, að það eru erfiðar ef þú ert ókunnur og gæti þess vegna hafið meira fram að færa. En við höfum stúdentana líka, þannig að má segja að það sé svona ákveðið afl inn í þessa kosningar sem komi utanfrá. En þetta vand með farið, en mér finnst það ennþá þessi umræða sem við hefum átt þessar síðustu vikur og ég hef haft tækifæri til að fara skólana, að það hefði elt þessa umræðu sem annars hefði ekki farið í gang. Og ég held að hún hefði ekki gert það ef við værum bara með ákvörðun á ofan til dæmis í stjórn skólans eða því líkt. Ég auðvitað algjörlega á því að auðvitað verður að jafnræði milli greina og við erum bara að búa við það í hugvísindum og félagsvísindum verið mjög lágum reikniflokkum og raun og veru auðvitað lágur reikniflokkar alls þar árið núna. Það allir orðnir mjög harðkerðir inn í þessu kerfi. En jafnræði hvað þetta varðar auðvitað algjörlega lykilatriði, jöfn aðstæða nemenda í ólíkum greinum, hvað skoðum vinna býr að baki kennslunni, hvað var það einingar og því líkt að það eru auðvitað samræma þetta og mér hefur alltaf lengi þótt þetta ótrúlega mikið ljóður á fari okkar í háskólanum, við séum ekki að meðhöndla tíma okkar jafnt allstar í skólanum. Og auðvitað getur þetta verið flókið en þetta mjög mikilvægt atriði tel ég. Íslenska, það auðvitað, ég auðvitað kemur íslensku menningadeild, þannig íslenska auðvitað mál skólans og þannig að við þurfum auðvitað að endurskoða málstefnuna, það eldgömul málstefna við lýðið, þannig ég held að við þurfum líka að endurskoða hann að sjá hann í samhengi við þetta fjölgun erlendra nemendur í skólanum og það og líka að gefa þeim fært að læra íslensku nægilega hratt þannig að þeir getur komið inn í námið á íslensku. Þeir segja það erlendu stúdentar að þetta sé ansi erfitt fyrir þá að komast inn í tungumálið. Ég auðvitað styð birtingar á íslensku og heldur mjög mikilvægt að við höldum utan gæða birtingar á íslensku og það þarf enginn að efast mína afstöðu í því efni. Ég hef mikla áhyggjur af stöðu mála hvað var það fjölskyldustefnu í skólanum. Ég kom nú að jafnréttismálum í mínu innleggi og ég er búin að vera að hugsa þetta mikið að við verðum auðvitað að skoða hvað þýðir vinnumati þegar við förum að mæla hvað mikið tíma fólk vinnur rannsóknir fyrir ofan á kennslu eða ná miklum afköstum í vinnumati. Hvað þýðir það sem álag þá á fjölskyldulíf? Og við sjáum þessa í starfsánægju könnunum sem fylgja sjálfsmatsskýrslunum sem aftur mjög raun og veru
mikil skilaboð til okkar að við þurfum að gera miklu betur. Við þurfum að breyta því hvernig við meðhöndlum fólkið í skólanum. Við þurfum að nálgast hópana sem vinna saman, að við lendum ekki að fólk kulni í starfi. Og sérstaklega þeim árum sem það þróast og við viljum að það vaxi inn í seinnipart ferilsins. Og við sjáum eins og ég komað á þann að konur eru ekki að sleppi gegnum þetta eins vel og kallar. Og auðvitað auðvitað jafnrétti inn í heimilunum meir en það var áður, en við sjáum þetta ennþá svona. Og nýja rannsóknir, ég var bara að skoða nýja rannsóknir á þessu innan Háskóla Íslands, bara 2 ára gamlar, sýna okkur þetta. Við þurfum að vera þarna á vakandi og bæta úr. Og þannig að þetta stórt mál sem við verðum að taka á þessu tímabili sem ég sé núna. Við ættum bara að vera til fyrirmyndar hvað þetta verðar, háskólinn. Og við ættum að geta tekið ákveðin skref sem varu til fyrirmyndar fyrir aðra skóla. Já, þakka fyrir Guðrún og Jón Atli. Já, takk hérlega. Varðandi fyrstu spurninguna frá Torfa varðandi lýðræðið. Ég tel lýðræðið vera gríðarlega mikilvægt í háskóla. Við erum með mjög mikinn mannauð, við erum með fólk sem hefur verið þjálfað í gagnrýninni hugsun, við erum með nemendur og mér finnst mjög mikilvægt að allir þessir aðilar vinni saman að því að móta stefnuna. Og það algjört lykilatriði að hafa gott lýðræði, kjósa rektor. Mér finnst þetta erfið barátta hvað það varðar að þetta tekur tíma, en að fá öll sjónarmiðin fram, hitta fólk eins og ég nefndi í minni ræðu og móta síðan sín ennþá frekar í kjölfarið inn í þá fyrir þann sem verður kjörinn inn í nýtt tímabil. Það finnst mér bara mjög mikilvægt. Og ef við erum að segja að það væri bara einhver stjórn sem myndi ákveða þetta, eins og Einar kannski að nefna, ekki bara. Nei, ég bara segja að ef það væri þannig, þá myndi það einmitt að minka þessi tengsl á milli fólksins hér og rektorsins. Og mér finnst mjög mikilvægt að rektorinn sé á meðal fólksins og ég legg áherslu á það. Ég vil nefna eitt sérstaklega varðandi skipulagið. Torfi, þú nefndir að ég hefði komið að þessu að einhverju leyti. Það er alveg rétt og ég er mjög stoltur af því. En það ekki þannig að maður getur ekki líka unnið betur að málum í ljósi reynslunar. Og ég til dæmis með háskólaþing, það mjög mikil tækifæri að virkja það betur og til að mynda væri ég tilbúin ef kjörinn sem rektor að stýra ekki háskólaþingi, að þingi myndi kjósa sér fundarstjóra sem myndi síðan stjórna því. Og mér finnst mjög mikilvægt að rektorinn geta aðeins komið út fyrir og unnið með fólkinu. Síðan varðandi spurningu Stefáns Hrafns, ég var nú eiginlega búinn að svara henni. Mér finnst jafnréttið og jafnræðið gríðarlega mikilvægt og ég mun leggja áherslu á það. Ég vil bara segja eitt, við höfum verið náttúrulega í miklum niðurskurði undanfarin 6 ár. Þetta hefur náttúrulega kostað mikið. Nú ef við horfum fram á betri tíma, þá hægt að bregðast betur við þessu og þetta samtal við ráðuneytið verður algjört lykilmál. Varðandi íslenskuna, ég legg mjög mikla áherslu á að Háskóli Íslands sé flaggskip íslenskunar í heiminum og mér finnst mikilvægt að stjórn skólans berjist fyrir íslenskunar og þetta með birtingar, ég ræddi þetta á síðasta fundi í íslenskum tímaritum, þetta samfélagsmál að við erum í samtali við íslensk samfélag, við erum íslenskur háskóla á Íslandi og það að birta greinar á íslensku mikilvægt. Málstefnuna þarf að taka upp. En ég segi í grunninn að Háskóli Íslands bjóði upp á að þessi íslensmál talaði í grunnnámi, það sé þannig svona að jafnaði, það sé einhverjar námsleiðir á ensku, mér finnst það mikilvægt, en síðan þetta mjög fjölbreytt samfélag og við sjáum það bara hér á Háskólatorgi að við erum alþjóðleg og við þurfum líka að halda utan það, en ég legg mikla áherslu á íslenskuna og að efla hana. Varðandi fjölskyldustefnu Háskóla Íslands og samþætta vinnu við fjölskyldu, þetta tengist þessu sem ég nefndi með starfsánægju og álag. Kerfið okkar mjög magndrifið og það eitt af því sem þarf að endurskoða. Og bæði gagnvart þá kennurum, það sérstaklega magndrifið þar, en síðan líka gagnvart nemendum. Að tryggja það að nemendur geti sinnt námi sínu með fjölskyldu, kennarar séu ekki 24 tíma á dag, 7 daga í vikunar í vinnunni vegna matskerfisins. Það ýmislegt sem við getum gert og ég segi það forgangsmál að mínu mati að setja fjölskyldustefnu fyrir Háskóla Íslands ef ég verð kjörinn rektor á næsta tímabili og það mjög mikilvægt. Og að lokum vil ég bara þakka kærlega fyrir þennan fund og gagnlegar umræður.
Góði gestir, ég vil þakka ykkur öllum fyrir komuna og sérstaklega Einari, Guðrúnu og Jóni Atla fyrir þeirra innlegg og salnum fyrir góða spurningar og slít hér með þessum málfundi.